Ég hérna stödd í Gróðrarstöðinni Mörk, hjá mér hann Guðmundur. Hann ætlar að leiða mig gegnum það hvaða helstu spurningar eru sem vakna á þessum árstíma. Sæll Guðmundur. Góðan sæl. Já, það fólk náttúrulega fyrst og fremst það sem að gera þessum tíma það að planta út plöntum. Mikið af svömmum blómum náttúrulega en líka trjáplöntum og fjölærplöntum, runnum. Og það náttúrulega helstu spurningar tengjast þá raunverulega hvað gerir maður þegar maður setur plöntun í mold? Hvenær má planta, hvenær er besti tími til þess að planta, sem snýr nú aðalega trjáplöntunum, hvað verður millibilið að vera, hvað áburð það er nota, setja áburðin í hóluna eða setja hann yfir og eftir. Allar þessar spurningar það er koma upp hjá fólki sem er að fara að takast á þetta viðfangsefni. Og svo við byrjum kannski á því sem að fólk spyr náttúrulega fyrst að þegar það er að velja sér tegund og er að fara að planta út það millibilið. Og það náttúrulega bara mismunandi eftir hvað plantan er stór. Það má kannski segja þessi ákveð hlutfall milli stærðarplöntunar og hvað það þarf í ummáli. Og við getum verið með litla runna eins og japanskvist sem þarf kannski bara 50-60 cm millibil til þess að hjá nóg pláss. Svo eru milli stóru runnar kannski upp í 60-80 og svo stóru runnar eins og sírennur eru kannski upp í 1-20 millibili. Þannig að þetta er mismunandi þannig að það verður að vega og meta það eftir stærð plantana. Svo er fólk mikið að spyrja millibil þegar það er að planta í limgerði. Það limgerðsplöntur eru frekar ódýrar þannig að þá er verið að setja í röð plöntur með svona 3 plöntur á metrin. Það er svona viðmiðið. Bara svo að fá að skjóta hans inn í, er það þá helst trjáplöntur sem er verið að planta niður eða eru blómin kannski bara svona til hliðar? Nei, ég má segja að mesta salan í maí og júní eru sumblóm. Það er stærsta söluvaran á þessum tíma. En trén eru náttúrulega í sölu á maí og júní og alveg bara fram í frostahaustin. Og þannig að sumarblómin er svona eitthvað sem að fólk vil koma niður snemma sem er eðlilegt þannig að þau ná aðeins að braggast áður en að svona hásumari kemur. Og náttúrulega sér njóta þess sem lengst. En það var hérna áður fyrir þá var fólk á alltaf með við vera búin að koma sumarblómunum niður 7. júní. Sumir fyrir sjómannadaginn. En núna er fólk verið að gera þetta meira dreifta því að það náttúrulega kannski er í sumarfríi á vissum tímum. Gerir þetta annað hvort fyrir sumarfríið eða eftir sumarfríið. Eða svo bara eftir veðri líka. Síðastliðið sumar til dæmis þá plantaði fólk sumarblómum seint af því það var leiðilegt vor. En ef það er svona eðlilegt vor eins og núna þá er það að planta svona endan á maí og fyrir helmingi júní þá megnið sumarblómun að fara út. Eru þá helstu spurningarna sem eru að vefast fyrir fólki, er það þá meira tengt trjáplöntum eða virðist fólk alveg vera með sumarblómin á hreinu? Fólk er meira með sumarblómin á hreinu. Það er svo sterkari hefð þannig að fólk viti nokkurn veginn svona hvað það á að gera og það getur keypt allt svona tilbúið í pakka, tilbúið mold og setur bara moldin í pottinn og plöntuna í En það eru ákveðin atriði þar vissulega líka sem að fólk er að spyrja og maður er allt stöðugt af fræðum. Eins og það verður að vera gata á botninum og pottinum til þess að umfram vatn komist í burtu. Það er gott að setja einhverja möli yfir gati til þess að tryggja það að moldin stífli ekki gati strax. Og svo er þetta náttúrulega snýst þetta mikið vökvun. Það er helst erfiðleikar með sumarblómum að það er að halda þeim blautum. Þannig að þau ofþorna ekki, sérstaklega þeir eru að skreppa frá. Þannig að það eru trix þar líka, það er verið að selja svokallega vatnskristalla sem að miðla vatni til lengri tíma í moldinni. En annars er þetta bara að hafa vakandi auga með svo líka það sem er lykilatriði kannski að þessar plöntur sem við erum að selja sem sumarblóma þau eru í einhverjum litlum pottum og það þarf að planta þeim eitthvað stærra svo að segja hægt að passa upp á ökun vegna þess að þessi pottur sem eru að rækta í hann verður of lítill. Er eiginlega raunverulega orðinn of lítill þegar þetta er selt. Þannig það þarf að passa upp að vera með stærri. En við snúum okkur aftur að trjáplöntunum. Við varst að segja mér það að algengast spurningarna eru kringum plöntun trjáplantna. Ef þú ferð aðeins með mér í gegnum þetta ferli og svo kannski aðeins þannig að fólki heima aðeins fræðist betur og viti betur hvað þeir gera. Hvað eru svona helstu skrefin sem maður þarf að hafa í huga? Já, það er náttúrulega tegundavali og þá millibilið eftir hvort sem menn eru að planta í limgerði eða stökum plöntum og síðan er það sem næst kemur að það er einhver jarðvegur til staðar. Þá fáum við spurningur að býtu við jarðvegurinn þarf ég að gera eitthvað fyrir hann. Spurningin er yfirleitt svara þannig að þú getur nota hvaða jarðveg sem er svona innan vissra marka svo sem
svo fremið sem sé ekki bara hrein möl eða hreinn sandur eða eitthvað svoleiðis. Getur notað henni jarðveg sem fyrir en þú þarft að gera mismunandi mikið fyrir hann að bæta. Og þá er verið að tala að fyrsta lagi að losa hann upp og í öðru lagi getur verið að blanda í hann ef hann er mjög klestur og þéttur að geta blanda saman við hann sandi eða ef hann er mikið sandur og þá þarf kannski að koma með eitthvað smá mold saman við eða það sem við höfum mælt með líka að nota lífrænan áburð, húsdýra áburð til þess að koma með lífrænt efni inn sem eykur frjósemina. Það vel að snýst þetta að rækta jarðveginn alveg eins mikið eins og rækta plöntuna vegna þess að jarðvegurinn náttúrulega vistkerfi út af fyrir sig sem plantan að þrífast í og það þarf að hjálpa þessu vistkerfi til þess að plantan þrífist almennilega í rótarkerfið. Og það sem við erum að mæla með almennt að þegar er plantað út og verið að grafa hólu þá er að nota lífrænan áburður annaðhvort í hóluna. Þá er hólan hafið víðari og dýpri heldur en þar fyrir plöntuna sjálfa. Settu lífrænan áburður í botninn, örlítið moldarlega á milli þannig að ræturnar komi ekki beint í lífrænan áburð. Hann getur í sumum tilfellum verið mjög sterkur eins og til dæmis hænsnaskítur, hann er sterkur. Og blanda síðan líka saman við moldina sem fyrir ofan í þannig að það komi svolítið áburðarblöndu mold að hliðunum á plöntunni. Og það er reynda líka hægt ef fólk telur sem verið með nógu góðan jarðveg og vill ekki nota lífrænan áburð, þá getur nota tilbúinn áburð eins og blákorn og þá er hún stráð yfir og eftir vegna þess að hann rignir niður. Það er rigningi sem færir hann ofan í jörðina, hann fer ekki í hóluna og þannig að þessar leiðbeiningar er það sem er verið mikilvægast að veita og svo er það vökunin. Það er einfalt að flaska á henni þó maður gæti haldið annað. Og það er helst sem fólk flaskar á að það er að halda að það sé búið að vökva þegar það er búið að bleyta yfirborðið. En það er ekki með það í huga að plantan er þarna einhverjar 30-40 cm ofan í jarðveginu með rótarkerfið sitt og þessi 30-40 cm þurfa allir að blotna. Þannig að þetta er alveg bara 5 lítrar af vatni eða hvað? Já, það er allavega að maður þarf að ganga út frá þetta að blotni vel. Og þegar maður er að planta og plöntu þá er mjög gott að vökva þegar maður er búinn að hálffylla á hóluna. Að fylla hann síðan með vatni og láta það sjatna og klára svo að setja moldina. Þá veistu að þarna er góð vatnsforði þegar það byrjaðir. Og síðan er það bara að hafa í huga að fara ekki út með gasklönguna og bara bleyta plöntunar rétt yfirborðið og halda sér búið að vökva. Eða þá setja garðúðara á í 15 mínútur og halda sér búið að vökva. Til dæmis má nefna það að þegar við setjum úðara sem á að bleyta jarðveg hér í gróðstöðinni, þar sem við erum að rækta, þá höfum við hann á að minnstu kosti yfir nótt. Ein spurning varðandi vökvin. Íslenska regnið er nú alveg nægt á sumrin. Nær það ekki að kofvera þá bleytu sem trjáplönturnar þurfa? Nei, það gerir það ekki. Það er eina blekkingunum að fólk heldur ofta að smá regning sé að vökva eitthvað. En í raun ef við færum að reikna í millimetrum þá er oft verið einhver smá skúr sem gerir kannski bara 1-2 millimetra í heildarþekju af vatni sem þyrfti kannski að vera bara 50 millimetrar til þess að ná því að vökva hana alveg ofan í þar sem rótarkerfið er. En auðvitað er þetta mikilvægast fyrst eftir að plantan er sett út og þetta er mikilvægast á miðjusumri. Það er hægt að vera að planta út trjáplöntum yfir allt sumarið. En það er erfiðast að gera það yfir hásumarið að því leytinu til að það þarf að passa betur upp á vökum vegna þess að þá er plantan að taka því sem er vatn og jarðvegurinn er þurrari. Þannig að það er það sem við þurfum að passa upp á þessum tíma.